Seyðisfjarðarkaupstaður eru margt merkilegur. Fyrsta símstöð landsins og pósthús var í þessu sögufræga húsi sem í dag hýsir bæjarskrifstofur kaupstaðarins. Nú standa yfir viðræður mögulega sameiningu 4 sveitarfélaga á Austurlandi, Djúpavogshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar. Aðalheiður Borgþórsdóttir var ráðin í stöðu bæjarstjóra Seyðisfjarðarkaupstaðar í kjölfar síðustu sveitarstjórnarkosninga. Ég held að kostirnir séu margir. Þetta er náttúrulega verið að sameina sveitarfélög á stjórnsýslusviði. Áframhalda bæirni sínu karaktereinkennum, þannig að ég held að fyrir þessi litlu sveitarfélög þá sé það mjög mikill styrkur að geta verið sameinuð. Við erum til dæmis með mjög litla tekjustofna og eigum bara í erfiðleikum orðið með að reka okkar sveitarfélag. Þannig að það er einn kostur mínum mati. Og svo er það þetta, sameinuð stöndum við, sundrufjöllum við og ég held að þetta sé góður styrkur fyrir okkur, til dæmis í baráttu fyrir samgöngumálum. Og ekki bara fyrir okkur Seyðfirðinga, heldur fyrir náttúrulega Djúpavog og Borgarfjörð eystri. Þannig að ég held að við sameinumst í þeirri baráttu og verðum sterkari út af við. Íbúafundir eru í farvatninum þar sem sameiningin verður rædd í þaula. Aðalheiður segir líklegt að umræðan aukist á næstu vikum og mánuðum meðal almennings og hún er ekkert hrædd að stærsta sveitarfélagið, Fljótsdalshérað, gleypi þau litlu. Við viljum að reyna að tryggja að það verði ekki. Ég get að lofa því. Það verður að ræða svona hugmyndir eins og það verði heimastjórn og við verðum áfram með okkar eigin skóla og því líkt. Þannig að það eftir að útfæra það og við sjáum hvernig það fer. Auðvitað þurfum við að gæta þess að það verði ekki svoleiðis. Samhliða þessu öllu saman er mjög talað bættar samgöngur og þá jarðgöng. Já, bæði jarðgöng og svo heilsársvegum Öxi og auðvitað bættar samgöngur til Borgarfjarðar eystris og það sé nú allt saman á því sé haldið til haga. En við höfum verið að hitta þingmenn og ráðherra núna í kjördæmavikunni og okkur heyrir svona það sé mikill vilji til að bæta okkar samgöngur hérna í þessu þá sameinaða sveitarfélagi og eins fyrir okkur Seyðfirðinga. Þá er það gríðarlega mikilvægt ef að Fjarðarheiðargöng verða veruleika. Og mér heyrist nú að allavega var samþykkt þetta nefndarálit frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, núna nýverið í þinginu, og þar kom fram til dæmis eitthvað nýtt frá fyrri samgönguáætlun, að ekki gera hlé á gangnagerð, þannig að strax eftir Dýrafjarðargöng verði farið í næstu göng og mjög margir segja að það séu Fjarðarheiðargöng. Og það séu næstu göng. Þannig að við erum bara bjartsýn og höldum að þetta sé svona þokast eitthvað meira okkur í vil heldur en áður. Já, samgöngurnar, eða öllu heldur samgönguleysið, er ofarlega í hugum Seyðfirðinga. Aðalheiður segir tímabært að sveitarfélögin 4 sameinist. Bættar samgöngur spili þar mjög stórt hlutverk og hún vonar að línurnar í samgöngumálum skýrist sem fyrst, helst áður en kosið verður sameininguna. Já, við erum að gera okkur vonur það því það verður gefin út ný samgönguáætlun í haust og vonandi verður þá komin dagsetninga á göng til Seyðisfjarðar. Seyðisfjörður er mikill ferðamannabær og þó nokkuð stór hluti af tekjum sveitarfélagsins tengist ferðamennsku eða túrisma. Þar skipta jarðgöng þá miklu máli upp á að það sé hægt að byggja hér upp heilsárs atvinnugrein. Algjörlega, skiptir bara höfuðmáli og það er nefnilega það sem er vandamáli. Hér er öflug ferðaþjónusta, hingað koma milli 300 og 400.000 ferðamenn á ári en bara við sumarmánuði. Það dettur niður alveg í október og byrjar svo aftur í apríl-maí. En já, þetta stendur okkur fyrir þrifum, svo einfalt er það. Þannig að jarðgöngin eru stóra málið sama hvert litið er? Já, bæði fyrir þetta og svo fyrir það líka að við erum að, Rarik hefur boðað það að þeir ætla að loka hér fjarvarmaveitunni. Og eitt atriði sem myndi bjarga því að það er að fá heitt og kalt vatn í gegnum göngin frá Egilsstöðum. En það er nógu heitu vatni fyrir okkur, en hér finnst ekki heitt vatn til dæmis. Ekki koma jarðgöng á næstu árum, hvernig sérðu fyrir þér að þið haldið í til dæmis unga fólkið? Já, við höfum reyndað að vera alveg ótrúlega heppin. Hér hefur verið mikið menningarlíf og listinn blómstrað og við höfum fengið hingað fólk sem að greinilega lætur þetta ekki svona hafa mikil áhrif á sig. En já, ég hef áhyggjur. Þetta náttúrulega stendur fiskvinnslunum svolítið fyrir þrifum og fraktflutningum og annað og norræna. Þetta eru svona atriði sem ég hef áhyggjur af.
og ekki bara ég ein heldur flesti bæjarbúar. Það bara hvað gerir Norræna? Fer hún með allt sitt hafur task ef ekki bætist úr samgöngu? Þetta náttúrulega gríðarlega erfitt að vera að fara hér með stóra trailera yfir Fjarðarheiði eða rútur á sumardekkjum eins og við hefum fengið fréttir af. Þetta bara ekki boðlegt. Hafntengd starfsemi á Seyðisfirði svona burðarásinn getum við sagt í atvinnulífinu og þá líka sem sagt koma jarðgöngin enn og aftur. Já, þau bara stoppa okkur alltaf af, eiginlega með alla þróun. Hér hafa menn verið að reyna að byggja upp atvinnu og byggja upp fyrirtæki og annað og þar stoppar bara á samgöngum. Það vill enginn koma að fjárfesta hér í einhverju stórkostlegu ævintýri með þessar samgöngur. Það eitt sem við höfum verulegar áhyggjur af. Við höfum kannski ágætis atvinnulíf, það ekki mikið atvinnuleysi eða neitt slíkt, en það lítið nýsköpun í atvinnulífinu. Og já, ég gæti sagt mörg dæmi það. Fólk sem hefur verið hérna bjartsýnt og farið á stað með einhverja hugmyndir og bara stoppað á fjármagni til dæmis. Getum við talað kapalverksmiðju og hótel og ýmislegt annað sem að menn hafa haft áhuga að byggja hér upp. Þannig að bæjarstjórinn á Seyðisfirði, hann vill fara að sjá og heyra loforð og framkvæmdir. Já, bara númer 1, 2 og 3. Ég held að það myndi líka, bara leið við fengjum dagsetningu, það myndi breyta öllu. En að horfa fram á það að það ekki fyrr en eftir kannski 15 ár, það bara ekki í boði.